Skulum sjá kveikja á þessum skjávarpa, það getur verið hjálplegt. Efnið sem við ætlum að fara yfir í dag er áframhald af staðalformunum sem við fórum í síðast. Sofnið ekki bara að vera svona dimmt? Ok, reynum að laga það. Ég hef ekki trúað því að það borgi sig svona dimmt á ykkur. Má við sjá. Skulum bara hafa þetta bjart. Kvartið ef þið sjáu ekki alveg á töfluna. Já, tjaldið. Og svo lítum aðeins yfir það sem við vorum að fara yfir síðast. Hér er ég búin að þýða þetta yfir á kaffi. En þetta er náttúrulega nákvæmlega sama dæmið og verið að horfa á í síðasta tíma. Það sem við vorum að skoða síðast er að þegar við erum með töflur sem er redundancy í, þar sem við erum að skrá sama hlutin oftar en einu sinni, eins og adressuna hér og manufacturing hér, og það er dependency hér á milli, raun og veru þá er fall ákveða þarna á milli, ef við förum yfir í það mál, og við vorum að fara yfir hvernig förum við að því að losna við þetta redundancy, og það er markmiðið með normalization, að færa töflurnar yfir á hærra normalform. Og eins og við komum inn á síðast, við það að vera með redundancy, að þá getur consistency á gögnunum okkar farið illa við insert, update og delete. Þegar við deletum Braga-kaffi í þessu tilfelli, síðustu fæsluna, þá töpum við manufacturer. Við eigum ekki lengur neinar upplýsingar hann. Ef við uppfærum adressuna á Fortissima en ekki Maracaibo, það eru komið misvísandi upplýsingar heimilisfang hjá þessum framleiðanda. Og þegar við erum að inserta gögnum, þá þurfum við að passa að þessi afleiddu gögn, adressa í þessu tilfelli, sé rétt. Og ef við gerum það ekki, þá erum við aftur komið með misvísandi gögn. Svo bara þetta er pingulítill primer fyrir af hverju viljum við normalisera. Og já, hér hefur staðið mig mjög vel. Og ef við lítum aftur yfir þetta dæmi, hvaða fallákveður eru í þessu? Með öðrum orðum, hvaða dálkar, ákvarða dálkar eða attribute, ákvarða einhverja aðra dálka? Í þessu tilfelli, og þá með því að nota axiomin hérna niðri, þá sjáum við fljótt að við erum með fallákveðuna, svo skulum n, m, höfum þetta samætt, og a. Í þessu tilfelli þá sjáum við n er lykill. N ákvarðar manufacturer, með öðrum orðum, hver kaffitegund getur bara verið frá einum framleiðanda. Svo N ákvarðar M. Name ákvarðar manufacturer. Og síðan sjáum við líka að manufacturerinn ákvarðar address. Hver framleiðandi er bara með eitt heimilisfang. En ef við skoðum þetta transitíft, N ákvarðar M ákvarðar A, þá ákvarðar N, M og A. Bæði manufacturer og address. Og ef við búum til töflur út úr þessu beint, að þá er þetta eiginlega ekki það sem okkur langar að sjá. Þessi tafla, þessar tvær töflur sem við komum í hér. Þess að hér erum við með alla töfluna út frá þessari fallákveðu. Og hér þurfum við að fara að skoða redundancy. Og við sjáum að við megum brjóta þetta upp með axiomunum. Þannig að þetta í raun og veru n leiðir til m og n leiðir til a. Ef við brjótum þetta upp. Og ef við getum rakið okkur í gegnum það, að þá getum við hent út fallákveðum.
Það er að segja ef við sjáum fallákveðu, við ætlum að skoða eftir minimal cover, það er að segja lágmarksmengi fallákveða, að þá endum við með að name ákvarðar manufacturer og manufacturer ákvarðar address og þetta verða töflurnar okkar. Svo þegar við erum að finna fallákveðurnar og finna lyklana og síðan lágmarks mengi, þá erum við bara að finna settið sem við notum til að brjóta töflurnar upp í minni einingar sem uppfylla hærra normalform. Og við finnum fallákveður með því að skoða kröfulýsingu til þess sem við erum að smíða, ef það er eldra kerfi sem við erum að endursmíða, skoða gögnin í því og sjá hvernig við getum sannað að eitthvað sé ekki fallákveða og einfaldlega bera okkur upp að raunveruleikanum. Hvað vitum við bara út frá raunveruleikanum að er alltaf fallákveða, svona eins og það að kennitala ákvarðar alltaf nafn. Og síðan að finna alla lykla, attribute closure. Það sem við vorum að gera síðast þegar við vorum í Axiom leikfiminni var að sýna fram á hvort að einhvert dálkamengi væri lykill eða ekki. Eitt sett, eitt dálkamengi. En við þurfum að finna alla lykla með nákvæmlega sömu aðferð. Síðan finnum við minnsta fallákveðu mengi og með það í höndunum getum við sagt til á hvaða normalformi töflur eru. Og við síðan brjótum við þær niður. Og í lokin förum við aðeins í flóknari og esoteriskari hluti tengda normalization. Hér sjáum við aftur axiomin sem eru upp á töflu hjá ykkur líka. Skiptir engu máli hvort þetta er skrifað eins og þetta er í bókinni sem er þarna eða með öum og bíum og síum. Þetta er sami hluturinn. Og ef við lítum hoppum bara aftur yfir í og hér erum við að horfa á attribute closure. Við erum að sýna fram á, markmiðið með þessu er að sýna fram á hvort að eitthvað mengi dálka sé lykill eða ekki. Við ætlum að finna lyklana. Og ef við lítum á þetta, við erum með fallák ABCD, töfluna ABCD. Við erum með fallákveðuna A leiðir til BC og C leiðir til A. Leiðir A til C. Já, í gegnum decomposition, reglu 5. Þá vitum við að A leiðir til B og A leiðir til C. Svo svarið við þessu er, skulum ná okkur. Já, leiðir A til D. D er aldrei hægra megin neinstæðir í fallákveðu sem þýðir það að leiðir ekkert til D. Nei, og leiðir C til B. Já, í gegnum decomposition og transitive, þá vitum við að A leiðir til C og C leiðir til A, þá erum við komið með að C leiðir til B. Og þá, ef við skoðum, er DC lykill? Af hverju er DC lykill? D leiðir til? Já, D leiðir til D, það er á hreinu, í gegnum fyrstu regluna. Það er í menginu, vinstra megin. Og við sjáum að A leiðir, DC, við sjáum að C leiðir til A og í gegnum transitive leiðir það til B og C, þannig að fyrir utan að leiða allt til sjálfsins. Svo þá erum við komin með að og C leiðir beint til A. Svo þá erum við komin með komin með allt settið. Svo CD, DC, það skiptir engum máli röðin á þessu í þessum settum. Það er líka gott að taka það strax fyrst ég skrifa þetta vitlaust. Er A lykill? Við erum í raun búin að svara því. Þannig að strax þegar við segjum A leiðir ekki til D og það leiðir ekkert til D, þá getur A1 og C ekki verið lykill.
En ef við myndum segja AD, já, það væri lykill. Svo D leiðir til D og A nær til restarinnar, sjálfsins, B og C. Strax bara í gegnum þetta hér. En A1 og C er ekki lykill. Þetta er attribute closure algoritmin sem við notum til þess að sýna fram á hvort að eitthvað mengi af dálkum sé lykill eða ekki. En það er hins vegar ekki nóg. Við þurfum nefnilega að gera þetta fyrir öll mengi dálka í töflunni. Og það getur orðið svolítið stórt. Við þurfum að taka öll mengin og passa ykkur á því að þetta eru sett. Og það er engin röðun til. Sett er aldrei röður. Og sem þýðir það við þurfum ekki að pæla í þeim permutationum, en við þurfum að skoða allar samsetningar. Og ef við horfum á töflu með 4 dálkum, A, B, C, D, þá eru þetta allar samsetningarnar sem við þurfum að athuga. En tilfellið er, mjög heppilega, að við getum oftast einfaldað þetta dálítið. Það eru 3 reglur við að skera niður hvað við þurfum í raun að athuga. Og fyrsta reglan er að ef x er lykill og y er í x, þá þurfum við ekki að athuga y vegna þess að það er superkey. Með öðrum orðum, skilgreiningin, við erum bara að eltast við lykla. Superkey er lykill pluss einhverjir aðrir dálkar, einn eða fleiri. Og ef við erum búin að finna að segjum bara A sé lykill, þá þurfum við ekki að tjekka á A, B vegna þess að það er superkey. Lykill getur ekki innihaldið neitt meira en þarf til þess að gera raðirnar allar einkvæmar. Og eins og sé ef A leiðir af sér B, C, D, A leiðir af sér A og þar að leiðandi er þetta lykill, þá er óþarf að tjekka á A, B, A, C, A, D og svo framvegis. Af því A1 og C er lykill. Allir með á þessu? Superkey er grunnkonsept. Það er eitthvað sem við þurfum öll að muna. Svo að í þessu tilfelli, ef við vitum að A er lykill, þá þurfum við ekki að tjekka eða athuga hvort að neitt af þessu sem er í bláu kúlunni, eða bláa menginu þarna, sé lykill. Við vitum þetta er allt superkey og við erum ekki eltast til superkeys. Regla númer 2. Ef að dálkur er aldrei hægra megin í fallákveðu, þá er hann alltaf hluti af öllum lyklum vegna þess að það er engin leið að leiða hann af hinum dálkunum. Já. Functional dependency, fallákveða. Það er bara enska skammstöfunin fyrir það. Og svo bakki, ég er ekkert minna friðinni því svona snemma, að af því að það er engin leið til að ákvarða attribute sem er aldrei hægra megin, þá verður það alltaf að vera í lykli. Er þetta nokkuð skiljanlegt? Gott. Og ef við erum með A leiðir af sér B, C, D, A er hluti af öllum lyklum, að þá þurfum við aldrei að skoða B, C, D eða neina samsetningar af því vegna þess að þetta er eina fallákveðan okkar. Þess að það kemur not on the right side. Já, þá er það hluti af öllum lyklum. Sko, ef við skoðum þetta, A er hluti af öllum lyklum og þá getum við útilokað þetta. Og þriðja, já, ef það er aldrei hægra megin, þá er það alltaf hluti af lykli, það er hluti af öllum lyklum. Og 3, ef að það er hægra megin einhvers staðar en aldrei vinstra megin, með öðrum orðum, það er ákvarðað af einhverju, en það ákvarðar aldrei neitt sjálft. Þá er það ekki hluti af neinum lykli.
og þá getum við líka útilokað það. Svo við getum útilokað superkeys, fyrsta reglan. Ef við vitum að eitthvað er lykil, þá getum við útilokað allt sem inniheldur þann lykil sem subset. Númer 2, ef eitthvað kemur aldrei fyrir hægra megin, þá er það hluti af öllum lyklum og við vitum þar að leiðandi að við getum útilokað það sem inniheldur ekki þetta attribút. Og 3. reglan, ef það er til hægra megin í einhverju fallákveðu en aldrei vinstra megin, að þá getur það ekki verið hluti af lykli. Svo með þetta í höndunum, að þá sjáum við hér að A leiðir af sér B, C, D, B, C, D koma fyrir hægra megin, aldrei vinstra megin, að þá getur það ekki verið hluti af neinum lykli. Svo við þurfum ekki að skoða neitt af þessu B, C, D, svo við getum í þessu tilfelli með öllum þessum reglum útilokað allt nema A. Svo eina sem við þyrftum að sjá var A er lykill og með það í höndunum, með þessum 3 reglum, getum við útilokað restina. Auðvitað er þetta extreme dæmi, en oftast getið þið skorið vel niður mengið sem þið þurfið að athuga. En það sem eftir stendur þurfið að fara með í gegnum attribute closure algoritman. Og það var spurt að því síðast, er einhver mekanísk leið við að fara í gegnum attribute closure algoritman? Og svarið er já. Ef þú rekur þig bara og býr til allar fallákveður sem hægt er að leiða út frá þeim fallákveðum sem eru gefnar með axioms og þú getur þannig byggt þetta upp mekanískt, en það er gífurleg vinna, það er bara tiltölulega heilalaus vinna, svo að þið þurfið að beita innsæi í attribute closure til þess að enda ekki með ofboðslega handavinnu, sem þið sjáu strax að mun ekki skila neinu. Og með þetta í höndunum eftir að útiloka sjáum við að A er eini mögulegi lykillinn því við höfum útilokað allar aðrar samsetningar, öll önnur dálkamengi. Þetta er til þess að einfalda ykkur að finna alla lykla með attribute closure. Og ef við skoðum þetta dæmi, hér erum við með ABCD að venju og A leiðir af sér B, B leiðir af sér C og C leiðir af sér A. Svo ef við setjum þetta upp hérna, má við sjá. Og A leiðir af sér B, B leiðir af sér C og C leiðir af sér A. Og við sjáum strax hér að D er ekki hægra megin í neinni reglu, sem þýðir það að það er partur af öllum lyklum. Og strax við það að D er partur af öllum lyklum, þá getum við strikað út allt sem að inniheldur ekki D. Svona. Og ef við höldum áfram með reglurnar, hvað sjáum við fleira? Út frá þessu. Næstu 2 eru superkeys. Segir maybe part of some key. Nú ætlum ég að ná í cheat sheet. Ég hafði fyrir því að glósa fyrir þennan tíma. Má ég nú sjá. Ef ég sé nú bara hérna, ef við horfum á B hér, má ég sjá, ég ætla aðeins að stela til að sjá hvort ég er með, nei, þetta er, við getum farið með þetta hér bara beint áfram. D er ekki lykill eitt og sér vegna þess að við horfum bara á fallákveðurnar hérna og þá leiðir ekkert af, að D ákvarðar ekkert. Svo það er ekki lykill. Og þá erum við að horfa á samsetningar sem innihalda D. Og við getum útilokað D hér. Það ákvarðar ekki neitt. Þá situm við eftir með þessar samsetningar
sem ég var ekki búin að krota yfir. Og við sjáum að AD leiðir af sér AD, A leiðir af sér B, B leiðir af sér C, og það þýðir að C leiðir af sér AD og við fáum hér AD leiðir af sér ABCD. Svo AD er lykill. Hér erum við bara að athuga það sem eftir stendur. Og við það að AD er lykill, hvað er þá ABD? Superkey. Allt sem inniheldur AD dettur út núna. Þetta er allt saman superkeys hér. Og ef við athugum BD, þá sjáum við að BD leiðir af sér náttúrulega sjálft sig, regla 1, reflexivity, B leiðir af sér C, C leiðir af sér A, sem þýðir að BD leiðir af sér ABCD. BD er lykill. Og við það að BD er lykill, þá er þetta superkey og við þurfum ekki að athuga það. Og síðan að lokum þurfum við að athuga CD í þessu tilfelli. CD leiðir af sér sjálft sig, það leiðir af sér C ákvarðar A, A ákvarðar B, sem þýðir að C ákvarðar B transitíft og þetta þýðir að CD ákvarðar ABCD. Þetta er bara, hvað ég segja, frekar einföld uppsetning á attribute closure. Og með þessu sjáum við að CD er líka lykill. Svo í þessu mengi athuguðum við 3 mengi og fundum út að þau voru lyklar og við það að finna lyklana útilokuðum við fullt af öðrum mengjum. En við útilokuðum líka mengi út frá því að við sáum strax að D var hluti af öllum lyklum. Svo að það sem þessar 3 reglur ganga út á er að gera ykkur kleift að athuga færri dálkamengi upp á hvort þau séu lyklar eða ekki. AD, BD og CD eru allt lyklar. Einhverjar spurningar varðandi þetta? Ég held að það sé aðalega bara spurningum að muna þessar reglur og að fara í gegnum þetta nokkru sinnum. Hvernig myndir nota þetta í alvörunni? Þú reynir náttúrulega bara að sjá út við þú lest fallaákveðurnar, sé ég náttúrulega fyrsta lagi augljóslega einhvað sem er hluta öllum lyklum, sé ég augljóslega einhvað sem er ekki hluta neinum lykli og krota það strax út. Og þú tekur raun og verið þessar 3 reglur bara til að strípa út allt sem hún getur í byrjun og síðan leið og finnur fyrsta lykilinn, þá hendur út því sem er superkey. Í raun og verið þú tekur það, ef þetta er aldrei hægra megin, þá er þetta hluta af öllum lyklum. Og þá getur þú strikað yfir öll mengi sem innihalda ekki þetta attribút eða þessi attribút. Síðan næsta skref, ef að þetta er til hægra megin en aldrei vinstra megin, þá er þetta ekki hluta af neinum lykli. Fjarlægi það mengi út, það sett út af mengjum. Og síðan byrjar þau bara einfaldlega að athuga það fyrsta af því sem eftir stendur. Og ef þú kemst að því að sé lykill, þá getur þú hent því sem það er superkey. Þannig ferðu iteratíft í gegnum þetta. Þá getur þú komið með alla lyklana. En í flestum tilfellum það áttu ekkert að þurfa að athuga mörg mengi. Og ef við skoðum þetta dæmi hérna, hvað sjáum við hér? Við byrjum bara fyrst. Er eitthvað í öllum lyklum? D. Sammála því. Og við það að D er í öllum lyklum, skulum halda okkur við litinn, að þá getum við hent alveg fullt af hlutum út. Svona. Og hvað fleira? Er eitthvað attribute ekki í neinum lykli? B. B er ekki í neinum lykli og það þýðir að allt sem inniheldur B fer út. Og síðan byrjum við að tékka það sem er eftir núna
og svona, og við byrjum náttúrulega bara á minnsta menginu, D. Er D lykill? Nei, D ákvarðar ekki neitt. Svo að eitt og sér getur það ekki verið lykill. Þá losum við það. Og þá athugum við AD. Er AD lykill? Sjáum hérna, A ákvarðar B og C. A ákvarðar alltaf sjálft sig og það þýðir að við fáum strax í byrjun að A ákvarðar A, B, C. Og í gegnum reglu 2, augmentation, fáum við AD, ABCD. Svo AD er lykill. Lykill. Og við það að AD er lykill, hvað getum við þá gert? Já, stróka út ACD. Og þá setjum við eftir að það er bara eitt mengi sem við höfum að athuga, sem er CD. Er CD lykill? Já, það er rétt. CD er lykill af því að C leiðir af sér A og C leiðir strax af sér sjálft sig í gegnum reflexivity og í gegnum transitivity leiðir það af sér B og C strax hér. C leiðir af sér A, A leiðir af sér B, C. Svo hér í gegn leiðir C af sér A, B, C. Og bætum D við, þá er það CD leiðir af sér A, B, C, D. Svo að, sjá, þetta eru líklegan okkar, AD og CD. Aðeins skiljanlegra. Gætum við þá verið með annarkvort AD eða CD sem lykla? Já, akkurat. Og við þurfum að, þegar við kemur að því að fara yfir á hvaða normalformi er taflan okkar, að þá þurfum við að velja hvort lykilinn ætlum við að nota. Og ég kem að því rétt áðan en ég get bent á það strax, við veljum einfaldlega úr settin af lyklum sem við finnum, þann lykil sem er á hæsta normalforminu. Og vinnum áfram með það. Nei, það er bara algoritminn til þess að finna normalform á töflu, gengur út frá því að við byrjum á að finna alla lykla með attribute closure, sem er þessi axiom útreikningar. Síðan veljum við, síðan finnum við reyndar minnsta fallákveðumengi sem við erum að fara í núna og veljum síðan þann lykil sem er á hæsta normalforminu til að ákvarða normalformið á töflunni. Ég fer betur í þetta rétt strax. Það er að segja, þegar við erum búin að fara í gegnum fallákveðumengið, þá förum við yfir í akkurat hvernig við notum þessar upplýsingar sem við erum að safna okkur til þess að finna normalform og brjóta niður töflur. Og hér fáum við skilgreininguna á minimal cover. Ég legg ekkert rosalega áherslu á þessa skilgreiningu, en þið þurfum að skilja hvað þetta er. Og closure er sett allra fallákveðna sem við getum leitt út frá gefnum fallákveðum með axioms. Og minimal cover er minnsta sett fallákveðna þar sem að hægri hliðin inniheldur eitt attribút, þannig að hægt sé að leiða út frá því, aftur með axioms, closure settið. Með öðrum orðum, að það sé að leiða út frá því allar mögulegar fallákveður út frá fallákveðnum sem eru gefnar fyrir töfluna. Svo closure, allt sem við getum mögulega leitt út, minimal cover, minnsta sett fallákveðna á forminu eitt attribút hægra megin sem hægt er að leiða closure út frá. Svo leið og við getum ekki leitt út eitthvað sem er í closure settinu, þá erum við búin að taka of mikið í burtu. Og þetta er einn af þessum skemmtilegu hlutum sem við getum leitt út með algoritma. Og öll attribút sem við getum hent í ferlinu eru redundant af því að við getum leitt þau út með axioms. Svo þetta gengur út á það að beita axioms
til þess að finna út hvað redundant og henda því. Og hér sjáum við algoritman fyrir minimal cover. Við byrjum á því að einfalda fallákveður þannig að það sé eingöngu eitt attribút hægra megin. Næst fjarlægjum við óþarfa dálka úr vinstri hlið og að lokum fjarlægjum við öll redundant functional dependencies, allar fallákveður sem við getum leitt út frá öðrum fallákveðum sem þarna með axioms. Og við förum í gegnum dæmi. Og hér tökum við dæmi akkurat þetta. Og hér ætlum við að finna minimal cover. Step 1. Við ætlum að einfalda allt yfir á formið og athuga að x-ið getur innihaldið, þetta mengi, mögulega margra dálka. A-ið er eitt attribút. Svo að það eina sem brýtur fyrstu regluna er hér. Svo að það sem við fáum út úr þessu þegar við einföldum þetta í gegnum decomposition, þá verður þetta F leiðir af sér A og F leiðir af sér D. Og þessi fallákveða er ekki með lengur. Allir sáttur við þetta? Gott. Regla 2. Fjarlægjum öll redundant attributes frá vinstri hliðinni og skilningin á redundant attribute er að ef við getum sýnt fram á að eitthvert hlutmengi af dálkunum vinstra megin leiði af sér einhvern dálk eða dálka í menginu, þá getum við hent þeim dálkum sem við getum fundið út þannig. Og ef við skoðum þetta ákveðna dæmi, og nú ætla ég að rífa fram cheat sheet fyrir þetta, sem ég búin að hafa fyrir því að glósa svörin á sig. Ef við skoðum þetta dæmi, að þá þurfum við að skoða BH. Það eru þessi 3 mengi sem við þurfum að skoða. Þetta eru einu fallákveðurnar sem eru með fleiri en einn dálk vinstra megin. Það er augljóst að það er ekki neitt redundant þegar það er bara einn dálkur. Ekki í menginu. Fallákveðan getur verið redundant en við komum að því í skrefi 3. Og ef við skoðum ABH leiðir af sér C, þá sjáum við að BH leiðir af sér E, ef við förum og skoðum aðeins BH leiðir af sér E og E leiðir af sér F og F leiðir af sér A. Það erum við búin að sýna fram á í gegnum tvöfalt transitive að BH leiðir af sér A. Allir með á þessu. Raun og veru B og H ákvarða A. Og það þýðir að, já. D, já, sko, það leiðir af sér D líka. Það er alveg hárrétt. En í þessu tilfelli er ég að skoða hvort ég geti hent út einhverju af dálkunum A, B eða H í ABH leiðir af sér C. Ég er að sjá, ákvarðar eitthvað hlutmengi af ABH einhvert attribút eða einhver attribút í þessu mengi. Þess að þá eru þau redundant, þessi attribút, í left hand side og þá má ég henda þeim. Og í þessu tilfelli fann ég út að B og H leiði af sér A og það þýðir að við skerum þetta niður í BH ákvarðar C. Þess að B og H ákvarðar A og þá er A redundant. Og þá verður þetta svona eftir þennan niðurskurð. Og ef við skoðum síðan, og þá erum við búin með step 2. Og ef við skoðum step 3, þá ætlum við að finna öll redundant
functional dependencies, allar fallákveður sem við getum leitt út frá einhverjum öðrum fallákveðum sem við erum með. Hvað finnum við þar? Ef við... Hvað segirðu? Má nú sjá, jú, ef við byrjum bara hérna, skoðum hér, við sjáum að BH leiðir af sér C, C leiðir af sér E, og hvað vil ég gera meira? Það er að BH, þannig að niðurstaðan hér er BH leiðir af sér E, og það er regla hér, og við getum leitt hana út öðruvísi, svo við hendum henni. Og ef við horfum á hérna, má nú sjá, ef við horfum á, við erum með fleiri sem við getum hent. Býta nú við. Getum við hent? BGH leiðir af sér F, þegar BH leiðir C, C leiðir E, E leiðir F. Sérðu, BGH leiðir af sér F, það er að segja í remove redundant attributes. Já. Sko, þú ert hvergi með BG, þú ert með BH, það leiðir af sér E sem leiðir af sér F, F leiðir af sér A og D, ég er ekki að sjá það. Að við getum strípað það í burtu þarna. Þá þurftum við að sýna fram á að eitthvert hlutmengi úr BGH leiði af sér einhvert attribút í menginu. Og það má sjálfsögðu ekki vera attribút, hvað sé það, ef attribút ákvarða sjálft sig, þá má sjálfsögðu ekki henda því. Ef við værum með að GH ákvarðaði H, þá getum við ekki hent H. Það er sem ég er að fara. Og væri þetta að henda sko, við getum hent, ef við skoðum F leiðir af sér A, hérna, F leiðir af sér, ég veist að ég verð að skrifa þetta aðeins betur. Svona, þetta er ekki að gera sig. F leiðir af sér A, A leiðir af sér D, sem skilur okkur að F leiðir af sér D, sem þýðir það að við getum hent þessu. Hérna. Og ef við skoðum BGH leiðir af sér F, þá fáum við út að, má við sjá, þá sjáum við hér að BH leiðir af sér E, E leiðir af sér F, og það gefur okkur að BH leiðir af sér F, og hérna í gegnum það vitum við að BGH leiðir af sér FG, og í gegnum decomposition þá vitum við að BGH leiðir af sér F. Og það þýðir að við hendum þessari. Og þá situm við uppi með úr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 reglum, eftir við erum búin að fara í gegnum þennan algoritma, þá eigum við 1, breytt, 2, 3, 4, 5. Svo við losuðum okkur við 2 fallákveður við að finna minimal cover, eða minnsta mengi fallákveðna, en við einfölduðum þær í leiðinni.
Svo það er engin fallakveða núna með fleiri en eitt attribút hægra megin. Og núna ætla ég að fá ykkur til að leysa örlítið einfaldara dæmi. Og þið eru með reglurnar hérna neðst. Þarf maður að framkvæma reglurnar í þessari röð? Já, þú þarft að gera það. Hvað vil ég gera í fyrsta skrefinu? Hvað viljið þið einfalda? Einföldum fyrstu, þá fáum við AB leiðir af sér C og AB leiðir af sér D. Og þá erum við búið með fyrsta skrefið. Hvað viljið þið gera í öðru skrefi? Einhverjar tillögur? Henda B-inu? Nei. Sko. B ákvarðar A. Svo A er redundant. En það er alveg rétt hjá þér, við viljum henda öðru af þessu. Og af því að B ákvarðar A, þá er A redundant í left hand side hér. Og það endur við með að B ákvarðar C og B ákvarðar D. Og þetta er ástæðan. Við erum bara með beina fallaákvöðu sem segir að hluti af left hand side ákvarðar annan hluta af left hand side. Þá er það redundant. Í þessu tilfelli A, redundant. Og ef við skoðum þriðja skrefið, hvaða fallaákveður getum við leitt út með axioms? Hvað segir þú? Leiðir, já. Í efsta línunum þá sem að B leiðir C, þá endum við með, já, B leiðir C og B leiðir D. Það eru reglurnar sem er eftir. Já, þetta er alveg hárrétt. Í gegnum það að B, maður sjá, hvar byrjaði þessi keðja?
í gegnum það að B leiðir til A hér og A leiðir til D, þá vitum við gegnum transitivity að B leiðir til D og þá þessi hér regla dettur hún út, þess að við getum reiknað hann út og þetta það eina sem dettur út hér, svo að við endum með reglurnar niðurstöðun okkar að B leiðir af sér C, A leiðir af sér D og B leiðir af sér A. Þetta eru jafn margar reglur og við byrjuðum með, en þær eru einfaldari. Þetta eru jafn margar fallákvæður. Og þetta minimal cover. Já. Það verið hægt að henda A leiðir af sér D í staðan fyrir D leiðir af sér D. Hefði verið að henda A leiðir af sér D. Sko, mánu sjá. Við erum með, hverju viltu henda? A leiðir af sér D, A leiðir af sér D, þetta ég vilja henda að sleppa því að henda B leiðir af sér D. Viltu henda A leiðir af sér D? Já. Hvernig reiknar það út með hinum fallákvæðunum sem eftir? Það það sem það hangir á. Í raun og veru þá ertu oftast að rekja því í gegnum transitivity og finna eitthvað sem í milliskrefinu og henda því. Svo þú þarft að, skilgreiningin á minimal cover minnsta minnsta mengi fallákvæðina sem þú getur notað til að leiða af þér allar fallákvæður út frá grunnfallákvæðum töflunar. Closure. Þú ert að geta reiknað út closure settið sem eru allar mögulegar fallákvæður út frá axioms miðað við gefnar fallákvæður fyrir töflu. Og ég held að það sé fínt að taka bara 5 mínútur, 3 mínútur núna.
Já, velkomin tilbaka. Það er rosalega að fá ykkur með kaffi. Réttu pensin drekka kaffi. Ok, gott hlutfall af ykkur komið með kaffi. Ég hefði áhyggjur af ykkur ef þið drekkið ekki kaffi yfir þessu. Og nú ætlum við að skoða hvað ætlum við að gera við þetta, bæði þessa lykla og þessi lámars fallaákveðu mengi sem við erum búin að hafa fyrir því að finna. Við erum búin að hafa fyrir því að nota attribute closure algoritman til þess að finna lykla og við erum búin að hafa fyrir því að nota minnsta fallákveðu algoritman til að finna minnstu fallákveðu fyrir töfluna. Og ef við skoðum núna, lítum á það sem við erum ástæðan fyrir við erum að gera þessa hluti er eingöngu til þess að finna á hvaða normalformi er taflan sem við erum að horfa á og líka notum við allir að leiðbeina okkur við að brjóta töflunar í minni einingar. Og fyrsta normalformi sem við ætlum að skoða heitir Boyce-Codd normalform. Og í Boyce-Codd að þá eru allir dálkar í töflunni ákvarðaðir af lykli og orðalagið er each attribute is decided by the key, the whole key and nothing but the key. So help you Codd. Til að festa það í hausnum á ykkur. Upphaflega er þetta reyndar notað þriðja normalform áður en það kom í ljós að þriðja normalform uppfyllir þetta ekki. En þetta er aðferðin við að muna Boyce-Codd. Og ef við horfum á Boyce-Codd og teiknum upp A, B, C, D töfluna og við segjum að lykillinn okkar sé A og B, eða setjum, við skulum hafa hana stærri, svona, að þá er, og þetta er settið, þá lítur tafla á Boyce-Codd normalformi svona út. Allir dálkar í töflunni sem eru ekki lykillinn eru ákvarðaðir af öllum lyklinum og engu öðru. Boyce-Codd. Ég teikna meira fyrir ykkur normalformin til að hjálpa ykkur að þekkja þau í sundur. Þetta er bara byrjunin. Svo ef við lítum á þetta og sjá, skulum teikna hérna. Við erum með A, B, C, D. A er lykill og A ákvarðar B, C og D í gegnum þessa fallákveðu. Og þið vitið í gegnum decomposition að þá er þetta A leiðir af sér B, A leiðir af sér C, A leiðir af sér D. Svo við fáum þessar þrjár örvar hérna uppi. Er þetta Boyce-Codd? Já, þetta er Boyce-Codd. Þetta er nákvæmlega mynstrið sem við viljum sjá í Boyce-Codd. En ef við skoðum hérna, hér er áfram sama tafla og lykillinn okkar er AB og AB leiðir af sér C og C leiðir af sér D. Er þetta á Boyce-Codd? Nei, það er hárrétt. Einfaldlega vegna þess að það eru ekki allir dálkar ákvarðaðir af lykli í þessu tilfelli og öllum lyklinum. Við förum ekki mikið í það, en þegar ég sjáu svona transitive ákvörðun á dálkum og þá erum við að horfa á þetta hér, C ákvarðar D. Og hvorki C né D eru hluta lykli, þá er þetta á öðru normalformi. Transitive, ekki hluta lykli, annar normalform. Og við notum það ekki mikið og við förum ekki djúpt í það. Ef við skoðum síðan síðasta dæmið okkar, við erum alltaf með A, B, C, D og A og B eru lykill, mengið leiðir af sér C, leiðir af sér D og síðan leiðir C af sér A. Er þetta á Boyce-Codd normalformi?
Já. Þetta binary spurning, svo ég bið aðra tillögur. Nei, sko, þetta ekki á Boyce Code normalformi vegna þess að krafan þar að það séu öll attribút ákvörðuð af lykli, öllum lyklinum og enginum af lyklinum og í þessu tilfelli hluti af lyklinum ákvarðaður af einhverju utan lykils ákvarðar A. Svo að þetta ekki á Boyce Code. Þetta á þriðja normalformi og við förum í það núna. Þá væri B lykill, það hárið þetta þér. Og þá væri A ekki hluti af lyklinum. En ef við skoðum þriðja normalform og athugið eitt, allar töflur sem eru á Boyce Code normalformi eru líka á þriðja normalformi. Þetta og sömuleiðis líka á öðru normalformi, líka á fyrsta normalformi. Þetta trappast niður. Þetta superset. Og það sem bætist við, miðað við Boyce Code skilgreininguna, fyrir þriðja normalform, að ef x leiðir af sér A, þá það annarkvort trivial fallákveða, A leiðir af sér A, trivial fallákveða. X lykill, það að segja að lykill ákvarðar gildin og þá allur lykillinn, alltaf. Eða þá að A hluti af lykli, það að segja það sem ákveðið. Svo að það sem vorum að horfa á áðan, A, B, C, D, það sem A og B eru lykill og A og B ákveður bæði C og D. Núna erum við Boyce Code. En ef við bætum við að C ákvarðar A, að þá erum við nákvæmlega að gera það sem stendur hér. A is part of some key. Við erum að ákvarða hluta úr lykli með dálki utan lykils. Þetta þriðja normalform. Og línan hér það sem þið eruð að horfa á, af hverju þetta ekki lengur á Boyce Code. Og ef við tökum dæmi hérna, og A, B, C, D, A lykillinn okkar og A leiðir af sér allt saman. Þetta á þriðja normalformi? Já. En á hvaða normalformi þetta, það að segja, hve hátt komist við út frá því sem við höfum skoðað fram að þessu? Þetta nefnilega Boyce Code. Vegna þess að allir dálkar eru ákvarðaðir af lykli, öllum lyklinum og engu nema lyklinum. Ef við skoðum næsta dæmi, þá erum við með A, B, C, D, A og B lykillinn okkar og hér sjáum við að A, B ákvarðar C og C ákvarðar D. Þetta þriðja normalformi? Nei, það hárrétt. Á hvaða normalformi þetta? Jú, hárrétt. Þetta annar normalform vegna þess að við erum með þessa transitífu ákvörðun hér. Það verið dálkur utan lykils, ákvarðar dálk utan lykils. Þá erum við að horfa á annað normalform. En ef við skoðum síðasta dæmið, hérna, A, B, C, D og A, B lykillinn okkar. A, B ákvarðar C, A, B ákvarðar D og C ákvarðar A. Þetta á þriðja normalformi? Já, það alveg hárrétt. Þetta á þriðja normalformi en ekki Boyce Code út af C ákvarðar A. Sjá. Og þá komum við að því, hvernig finnum við normalformið? Við erum að eltast við þessi 4 normalform almennt. Við nefnum aðeins hærri normalform heldur Boyce Code, en í praxis notum við það mjög lítið. Ég ætlast til þess að þið getið fundið út
á hverju af þessum 4 normalformum hlutur eru vandkvæðalaust, en síðan þurfið þið að hafa almenna vitneskju hærri normalform. Bara hvað er þetta? Ef við horfum á BCNF og horfum bara á hvernig finnum við þetta, og nú skulum við fara í color coding. Og teiknum hérna að fyrir boycott að ef við erum með lykilinn AB þá er þetta ósköp einfalt. Það er bara allt ákvarðað af lykli. Ef það er ekki allt ákvarðað af lykli, engu nema lyklinum og öllum lyklinum, þá er þetta ekki boycott. 3. normalform leyfir okkur að ákvarða hluta af lykli með dálki utan lykils. Annað normalform bætir við að við getum tekið dálk utan lykils og ákvarðað annan dálk utan lykils. Og fyrsta normalform, ef að hluti lykils ákvarðar dálk utan lykils, D hérna, þá er þetta á fyrsta normalformi. Svo boycott dæmið okkar. Þriðja normalform. Annað normalform. Og fyrsta. Og þetta er mynd sem er alveg ofsalega gott að leggja á minnið. Það er að segja hvaða mynstur ákvarða normalformin. Þetta viljið þið muna. Og það sem við gerum síðan, þegar við erum búin að, það sem við gerum er að við tökum, til að finna þetta, þá tökum við alla lyklana. Og ef við gefum okkur ef við séum með töfluna A, B, C með lykilinn AB sem þýðir það að við eigum falla á kveðuna AB leiðir af sér C og síðan erum við með, ég ætla að sjá, held ég hafi krótað niður einhver fyrir þetta. Já. Þetta var ekki hjálplegt, að þá endum við með að við ætlum að vera með dependency inn í þessu sem er C leiðir af sér A. Svo að hér fáum við C leiðir af sér A. Og lyklarnir í þessari töflu okkar eru AB, augljósi lykillinn, og síðan erum við með lykilinn CB. Bara ef við förum í gegnum attribute closure algoritman, þá getum við fundið út að þetta séu lyklarnir okkar. Og við þurfum að athuga á hvaða normalformi eru þessir lyklar. Ef við skoðum AB þá er hann á 3. normalformi vegna þess að C vísar inn í lykilinn. Við erum að horfa á 3. normalform patternið í rauðu. Ef við horfum á CB lykilinn, ef C og B er lykillinn, á hvaða normalformi eru við? Fyrsta. Hluti lykils
ákvarðar dálk, C1 og sér ákvarðar A. Og þegar við finnum normalform, þá erum við komin með þessa 2 lykla. Við veljum þann lykil sem með hæsta normalformið og fyrir hann athugum við á hvaða normalformi eru fallákveðurnar. Og normalformið á töflunni lágmarks normalformið á fallákveðunum fyrir þann lykil sem var á hæstu normalformi. Þannig að þið veljið hámarkslykilinn, farið í gegnum alla fallákveðurnar og lágmarks normalform sem að þið sjáið út frá fallákveðunum normalformið á töflunni. Hámarkslykill, lágmarks fallákveða. Þetta það sem vil ég hafa fast. Ég átta mig á að þetta sé kannski ekki einhvað sem að þið sjáið alveg 1, 2 og 3, en þetta einfaldlega hlutur sem þið þurfið að fara í gegnum svolítið og æfa. Bara framkvæma nokkru sinnum til að fá aðeins tilfinningu fyrir þessu. Já, við notum, skulum fara í gegnum ferlið bara alveg. Við byrjum á því, og þetta bara mjög góður punktur, ég ekki ósáttur við þetta, að við byrjum á því að finna allar fallákveðurnar. Við finnum þær með því að lesa þarfalýsingu, nota ef við eigum gamalt eldra kerfi sem við erum að endurútfæra, fara í gegnum gögnin til þess að finna út hvað eru ekki fallákveður. Við getum aldrei sannað eitthvað séða, en við getum séð líkindi til þess. Og að lokum, hverju bætir raunveruleikinn bara heimurinn í kringum okkur við, sem nokkuð fast eins og það að kennitala ákvarða nafn. Það bara hluti af raunveruleik okkar. Þegar við komum með þetta í höndurnar, þá tökum við attribute closure til þess að finna alla lyklana fyrir töfluna. Og við notum þessar 3 reglur til þess að skera niður mengin sem við þurfum að athuga. Þetta superkey? Þetta eingöngu hægra megin? Og þetta hægra megin og aldrei vinstra megin? Það eru reglurnar sem við notum til að skera niður þessi mengi. Og þegar við erum búin að finna lyklana, þá athugum við hvaða normalform á þessum lyklum, sem það sem við erum að gera hér, með A, B og CB. Og veljum þann lykil sem á hæsta normalforminu og rúllum í gegnum restina af fallákveðunum miðað við þann lykil. Og lágmarks normalformið út frá fallákveðunum segir okkur á hvað normalformið Ef við erum til dæmis með fallákveðu og við segjum bara hámarkslykillinn okkar AB sem 3. normalform. Síðan fallákveða hér sem segir A ákvarðar D. Að þá þessi fallákveða á 1. normalformi og þá skiptir engu máli þó að sé aðrar fallákveður með hærri normalform, taflan á 1. normalformi. Aðeins skýrara. Mjög gott. Og þá förum við að skoða hvernig leysum við vandann með þessu verkfærum sem við erum komið með. Nú fyrir þetta að verða þægilegra. Ef við erum með töflu R og fallákveðuna X leiðir til A sem að brýtur BCNF, þá brjótum við þetta niður í R1 og R2 og fjarlægjum þá dálka sem eru í A-menginu og athugið. Eftir við erum búin að finna minimal cover, lágmarksmengi fallákveðna, þá þetta 1 dálkur. Af því það var fyrsta skrefið að við skiljum bara eftir 1 dálk hægra megin. Og það eina sem hverfur út úr töflunni A. Og X verður lykill í nýju töflunni, svo það ákvarðar A. Og X verður eftir í upphaflegu töflunni. Og athugið að X getur verið mengi af mörgum dálkum. Og þetta ef við erum að brjóta upp á BCNF eða 3. normalform, þá getum við alltaf endað uppi með lossless join. Það að segja við það að brjóta þetta svona upp, getum við joina töflurnar saman til að skila nákvæmlega sömu niðurstöðum í joininu og við fengum með því að selekta upp úr upprunalegu töflunni áður en hún var brotið niður. Þetta mjög mikilvægt property. En það ekki gefið
þegar ég brjóti svona upp að þið tapið ekki fallákveðum. Og þetta lykilatriði með munin á BCNF og þriðja normalform að þið komist ekki endilega, réttara sagt, ef að þið brjótið töflur niður og endið með þriðja normalform, þá komist þið ekki á BCNF. Það engin leið þar á milli. Það bara ef það fallákveða sem vísar inn í lykil, þá það þriðja normalform og það engin leið til að komast á boycott nema að tapa þessari fallákveðu. Og maður sjá, spurningum hvort við eigum að taka sjá, nei, við erum með fínt dæmi, við þurfum ekki að taka fleiri. Og á meðan að við með fallákveðu sem á minna en þriðja normalformi, þá höldum við áfram að brjóta niður. Og annarkvort endum við með BCNF eða þriðja normalform. Og það snýst bara það, fallákveða sem vísar inn í lykilinn eða ekki. Ef það ekki, þá endum við með BCNF. Ef það þá endum við með þriðja normalform. Og það ekkert sem við getum gert þarna á milli, nema að tapa fallákveðum. Og ef við skoðum dæmi, að við erum með tvær fallákveður, við erum með AB leiðir til CD og AB lykillinn, sem erum með C leiðir til D. Og C leiðir til D dálkur utan lykils, leiðir til dálks utan lykils, sem skilar okkur öðru normalformi. Og við brjótum þetta upp yfir í það sem vorum að segja áðan, að reglan x, ef x leiðir til A, þá verður til ný tafla sem heitir XA, þar sem x lykill og A dettur út úr gömlu töflunni. Og þá dettur D út og við fáum nýja töflu sem CD. Og báðar þessar töflur á BCNF vegna þess að allir dálkarnir í þeim, einn í hvorri fyrir utan lykil, ákvarðaðir af lykli og engu öðru en lykli og öllum lyklinu. Svo þetta það sem við erum að nota minimal cover fallákveðurnar okkar í. Ef við horfum á annað dæmi við erum með áfram ABCD og AB lykill, AB leiðir til CD og A leiðir til D. Og þá erum við með hér, hluti af lykli ákvarðar dálk utan lykils. Fyrsta normalform. Og við brjótum þetta upp með sömu reglu. Við búum til töfluna AD, það sem A lykill, það það sem ákvarðar í fallákveðunni, og endum með gömlu töfluna ABC. Og eftir það einu fallákveðurnar svona. Svo þetta BCNF líka. Sjá. Já. Ég að auka stærðin á gögnunum? Nei, það nefnilega það skemmtilega við það. Að, sko, ef það á lágu normalformi, þá erum við með redundancy í gögnunum. Við erum að margskrá sömu gögnin, svona eins og við vorum að margskrá heimilisfangið á kaffiframleiðandanum. Og við það að brjóta þetta niður, endum við með minna magn af gögnum á disk. En gallinn við það hins vegar að til þess að mynda upphaflegu gögnin, þá þurfum við að joina 2 eða fleiri töflur saman. Og það getur verið dýrt. Já. Upphaflega eftir með eina stóra töflu sem hún brýtur niður í 2 eða fleiri. 2. Í þessum dæmum þá það 2. Og í þessum dæmum erum við líka enda með BCNF töflur. Og atriðið hér erum við með 2 fallákveður sem á fyrsta normalformi. Þegar við erum með sama lykil eða sama attributes eða sett af attribútum sem ákvarðar fleiri en 1 attribút sem þýðir að því við erum búin að finna minimal cover, þá það í fleiri en 1 fallákveðu, þá megum við sameina það í töflu. Þannig að við búum til nýju töfluna
A ákvarðar C og A ákvarðar D og mergeum því í staðan fyrir að búa til 2 töflur. Og þetta almennt það sem við gerum. Ef við erum með sama lykilinn, þá mergeum við því. Vegna þess að ef við erum með sama lykilinn, þá vitum við að báðir dálkarnir eru ákvarðaðir af lykli og þá skilar okkur töflu á Boyce Codd normalformi. En við getum ekki alltaf gert þetta. Og ef að við skoðum þessa töflu, A, B, C, D, það sem að A, B leiðir af sér C, D, eins og venjulega, en við erum líka með D leiðir af sér A, sem er á 3. normalformi. Þetta er sem var að koma inn á áðan. Við endum annarkvort með Boyce Codd eða 3. normalformi við niðurbrot og þá þurfum við annarkvort að stoppa eða tapa fallákveðum. Vegna þess að ef við brjótum þetta niður og endum með þá endum við með B, C, D og það byrjum við, þá endum, nei, ekki B, C, D, við endum með við endum með D, B, C og þá er punkturinn, hvernig ætlum við að tryggja ekki þessi fallákveða, hvernig ætlum við að tryggja að AB leiðir til C haldi? Vegna þess að það sem ákvarðar C er komið í 2 mismunandi töflur. A er í einni töflu, B er í annarri töflu. Það þýðir að við þurfum að joina upp 2 töflur til þess að sannreyna að þessi fallákveða haldi. Og þarna töpum við fallákveðu við það að brjóta upp töflunar og þetta gerum við almennt ekki. Og þetta er ástæðan fyrir því að ef að þið endið með 3. normalform og þá er engin leið yfir í Boyce Codd án þess að tapa fallákveðum. Já. Sko, kostnaðurinn þarna er að við töpum fallákveðum sem að eru ákvarðaðar af dálkum sem eru komnir í hvor í sína töfluna. Eða það getur verið stærra mengi en 2, en þetta er grunnhugsunin. Þá þurfum við að framkvæma join til þess að sannreyna þessa fallákveðu og það er samkvæmt skilgreiningu að tapa fallákveðinu. Svo getur ekki horft á eitt relation og sannreynt fallákveðina. Svo að punkturinn hér er í sjálfu sér bara að hér þurfum við að stoppa. Og nú ætla ég að fá ykkur til þess að finna fallákveðurnar í þessu. Og númeraserían í kors inniheldur upplýsingar, svo ég segi ykkur það strax. 700 serían eru masters áfangar og 800 serían eru doktorsáfangar. Þar fyrir neðan, 600 og niður, eru BS. Hvaða fallákveður sjáið þið þarna?
Jú, teacher ákvarðar department, en við byrjum bara á lyklinum, þá ákvarðar TS DPC og T ákvarðar D og síðan erum við með, skulum gera svona, og hvað með restina? Course ákvarðar prógram. Hver course getur bara tilheyrt einu prógrami. Og með þetta í höndunum, það eru komin með fallákveðurnar okkar. Og ef við horfum bara á þær beint, á hvaða normalformi eru þessar fallákveður? Ef við höldum okkur bara við þennan lykil, TS, á hvaða normalformi eru fallákveðurnar? TS sjálf, það er bara TS mengið, ákvarðar alla dálka, svo að lykillinn, fallákveðan fyrir lykilinn er BCNF. Hvað með T ákvarðar D? Það er bara fyrsta normalform. Það er hluti úr lykli ákvarðar eitthvað utan lykils, en C ákvarðar P. Annar normalform, það er alveg hárrétt. Og með þetta í höndunum, við erum búin að segja, þetta er lykillinn okkar, við erum ekki að leita að öllum lyklum núna. Hvað er þá normalformið á töflunni? Fyrsta, það er minimal. Min á min normalform á fallákveðunum fyrir max lykilinn. Og með þetta í höndunum, hvernig brjótum við þetta upp? Þetta eru fallákveðurnar okkar. Þessi er fyrsta normalform og þetta er annar normalform. Og við viljum hvorki vera á fyrsta né öðru normalformi, svo að við ætlum strax að brjóta þetta út úr töflunni. Hvaða töflur fáum við? Sjá, ef við tökum fyrstu fallákveðuna, þá fáum við teachers, sem inniheldur teacher, sem er lykill, af því að það er ákvarðandi í fallákveðinu sem við erum að brjóta út úr, sem er þessi hér, og verður þar að leiðandi lykillinn, og við erum með department. Þegar við tökum seinni fallákveðuna, þá fáum við courses, að þetta eru fleiri tölu course og program, þar sem course er lykillinn, og tablan advices, sem er eftir þetta, inniheldur teacher, student, og hvað ætlum við að eiga fleira? Og teacher, student og course. Það er það eina sem er hérna. Og ef við horfum á þessar töflur, teacher ákvarðar department. Það er ekkert annað. Hvaða normalformið þessi tafla á? BCNF. Boys Code normalform. Course ákveður program, sama. Og samsetti lykillinn ákvarðar course. BCNF. Hér brutum við upp töflu með fallákveðunum sem við fundum og hefðum átt að finna með minimal cover. Þetta var bara einfallega aðeins grynnri yfirferð í þetta. Við notum fallákveðurnar til þess að brjóta töflunar upp. Þangað til að við náum þriðja normalformi eða boys code. Svo þá erum við búin að fara yfir niðurbrot á töflum. Svo þetta er það sem við notum minimal coverið og lyklana í. Þetta er ástæðan fyrir við erum að finna þessa hluti.
Og nú ætlum við að ræða aðeins multi-value dependency og fjórða normalform. Og eins og ég sagði áðan, fyrir hærri normalform heldur en Boyce Codd, þá þurfum við að geta rætt þau en ekki endilega að brjóta niður í þau. Þið þurfið ekki að geta brotið töflur niður á þessi normalform. Þið þurfið bara að vita hvað þetta er. Ef við horfum á þessa töflu og skoðum gögnin í henni, og þetta er lykilatriði varðandi multi-value dependency, að það er engin þeoría í kringum þetta, það er engin algoritmi sem þið getur beitt. Þið eruð að leita að redundancy í gögnunum. Ef við horfum á þá erum við með sömu bókina skráða tvisvar á sama áfangan en mismunandi kennara. Og þetta er augljóslega redundancy. Og ef við værum að teikna diagram, entity rít fyrir þetta, þá myndum við teikna course teacher svona og book. Og það er relation hér á milli. Þetta skilar töflunni sem við erum að horfa á hérna. En ef þið hugsið þetta lógískt, það sem þessi relation er að segja er að bók tilheyrir kennara og kursi. Það er það sem þetta er að segja okkur. Þetta er ternary relationship þarna á milli. Er það rétt? Akkurat. Ætti það ekki bara að tilheyra kurs. Þannig að þetta er það sem við fáum ef við módelum þetta svona, en ef við hins vegar tökum okkur til og gerum að bók tilheyrir áfanga og kennari kennir áfanga. Ef við brjótum þetta svona upp, að það segjum bara að það er ekki ternary relationship þarna á milli, þetta eru bara tvö binary relationship. Bókin snýst ekki hvaða kennari er að kenna, hún er bara tengd áfanganum. Að þá endum við og brjótum þetta síðan upp í töflur, þá endum við með þessa lausn. Og hér sjáum við að það er ekki lengur neitt redundancy. Þetta er multi-value dependency. Fjórða normalform, ef taflan er á Boyce Codd og einn af lyklum hennar er eitt attribút, hugsið til dæmis bara í praxis kennitala, þá er þetta fjórða normalform. Og miðað við greinar sem ég vísaði hér, að þá eru vandamál tengd þessu í 20% af gagnagrunnum sem þeir athuguðu. Já? Já, með fjórða normalformi á ég þá við að relationin innihaldi lykil sem eru eitt attribút. Já, hún þarf að vera á Boyce Codd normalformi og eiga einn lykil að lágmarki sem er eingöngu eitt attribút. Það er ástæðan fyrir þetta einn að lágmarki kemur þegar við ræðum 15 normalform. Og þá komum við að joint dependency og 15 normalformi. Og hvenær endar tíminn eftir? Ok, vil ég að ég taki þetta snöggt eða vil ég að ég taki þetta á mánudaginn? Mánudaginn? Ég get alveg tekið þetta á miðvikudaginn, engar áhyggjur. Ég ætla bara að leyfa ykkur að sjá til. Rétti bara upp hend, hverju vil ég klára þetta núna? Ég get gert þetta á svona 3 mínútum. Og hverju vil ég halda þessu áfram? Eða taka þetta næst? Geri þetta núna? Næst. Næst. Ok, ég tek joint dependency í byrjun næsta tíma. Takk fyrir í dag.